Þá ætlum við að fara yfir atriði sem við erum með í viku 38 og taka fyrir skýrslurnar fyrir próf 1 sem að verður í næstu viku. Og hérna erum við þá með efnið, spóla og raunviðnám raðtengt. Og við þurfum stundum að raðtengja peru við einhverja spólu. Við erum þá að takmarka straum í rásinni, til dæmis eins og flúrlampi. Þar erum við með spólu í lampanum og hann er í rauninni raðtenging á raunviðnámi og spólu og spanviðnámi. Og hérna skoðum við aðeins sýndæmi 5. Þar er gefið ákveðið stærð á raðtengdri mótstöðu sem er tengd við raðtengdri spólu og þá sýnt hérna 10 ohma mótstaða raðtengd við spóluna, en í spólunni er bæði raunhluti og launhluti. Vírviðnámið í spólunni er 20 ohm hérna, spanviðnámið 16 ohm og þetta er blanda af tengimynd og jafngildismynd. Hérna er raunviðnámið, það er raðtengt við jafngildismyndina hérna af spólu og við erum með spennugjáinn hérna tengdan við þetta og það er gefin spennan 230 volt og við eigum að finna sennilega fyrst það er reyndar allt viðnámið gefið, þannig að við getum byrjað beint í það að teikna viðnámsvektormynd. En svo það bara að reikna út setuna, sýndarviðnámið í rásinni og finna þá raunaflstöðul heildarinnar og fasvikið og reikna svo út strauminn í rásinni. Og síðan að teikna spennuvektormynd og því að hún er eiginlega bara eftirmynd af viðnámsvektormyndinni og síðan reikna sýndarafl, raunafl og launafl og teikna aflvektormynd. Þannig að hér sjáum við þá raunviðnámið sem er þessi rauði vektor hérna sem að bætist við raunviðnám spólunar, RL-vír. Og með því að hafa hann hérna í viðbót þá minnkar sjáum við fasvikið í heildina í rásinni. En sýndarviðnámið, setan, verður þá ennþá stærra alltaf. En launviðnámið eða spannviðnámið það heldur bara hérna áfram þegar að við bætum við raðtengda viðnáminn hérna. Það bara heldur áfram hjálparlínuna hérna út. Og sýndarviðnámið þetta reikna út með Pýþagórasarreglunni, leggjum raunhlutana fyrst saman, 10 ohma raunviðnámið raðtengda og raunhluta í spólunni, RL-vír. Það allt saman fyrir í annað veldi, pluss spannviðnámið í annað veldi, rótin af því. Þeirri summu fáið þá 34 ohm og út frá því getum við náttúrulega reiknað svo strauminn. En við finnum fyrst raunaflstöðulinn, þá þurfum við að leggja saman báða raunhlutana og deila með setunni. Og við fáum hérna raunaflstöðulinn 0,88, breytum því með kósínusvista í fasvikshornið 28 gráður. Það er þetta horn hérna þá, því að það erum við að taka heildarfasvikið. Og þá getum við reiknað strauminn, af því við vitum hérna setuna 34 ohm. Deilum upp í spenna 230 og fáum 6,76 ampere. Þennan straum notum við svo til þess að finna öll spennuföllin. Spennufallið yfir RL-vír, yfir
Já, hér erum við þá með allt, býtum við, já, þetta er bara raunviðnámið, já, þetta er bara spennufallið yfir raðtengda raunviðnámið og svo höfum við launhlutann hérna, 16 óminn og margföldum með strömmum þar líka. Og þá vitum við alla stærðirnar í spennuvektormyndinni, þannig að við getum þess vegna bara tekið afrit af þessu og breytt merkingunni. Þá er komið U í staðinn fyrir viðnámsmerkingarnar, spennumerking í staðinn fyrir viðnámsmerking. Þetta er alveg eins mynd og allar stærðirnar koma þá hérna inn fyrir spennurnar í staðinn. Heildarspennan, hún er nú ekki komin hérna fram. Við getum reiknað hann út með Pythagoras-reglu. Það er sannlega gert þannig í lokin að við leggjum saman raunspennunar UR og UR-lýr. Það er gert hérna inn í þessu, UR hérna og UR-lýr. Það er sett í annarveldi pluss launspennan 108,16 í annarveldi. Rótin af því, þá er þetta tæplega 230 volt. Það passar. Það hefur örugglega átt að vera 230 volt. Þannig að þetta passar allt saman. Síðan, sem sagt, þegar við erum með spólu með járnkjarna, þá er hluti af raunviðnáminu, það tilheyrir járnkjarnanum og hluti af aflinu í þannig spólu fer í varma og þetta er sem sagt, við köllum þetta járntöp, við tökum kannski utan spenni, við finnum það að hann er volgur, það er sem sagt, þá erum við að finna þarna járntöpin, velgjuna frá járntöpunum og þannig að með því að nota þessa formúlu hérna, ef við getum mælt heildaraflið á spólunni með aflmæli, þá getum við fundið út sem sagt, hvað tilheyrir eirvirnum ef við tökum bara mælda viðnámið í virnum í spólunni, segjum hérna að straumurinn í öðru veldi sinnum viðnámið í virnum, þá getum við fundið þann hluta aflsins sem tilheyrir bara eirvirnum. Og síðan getum við dregið það frá heildarafli sem við mælum með afmæli spólunar og þannig að afgangurinn er járntöpin. Sama getum við gert til þess að finna fyrst allt raunviðnám spólunar. Það er kannski sýnt hérna seinna en það er ekki gert. En það er bara að þá getum við sagt hérna að við vitum strauminn og við vitum heildarmælinguna á aflinu, raunafli spólunar, PL. Og ef við deilum með straumnum í öðru veldi þá fáum við heildar raunviðnámið í spólunni. Og þá getum við líka dregið RL-vír frá því beint og þá vitum við raunviðnámið sem tilheyrir járnkjarnan. Og það er hægt að sýna fram á raunaflið sem breytist í varma í spólunni með þessari formúlu hérna. Þetta er einfasa, það er bara spennan sem straumur sinnum raunaflstöðullinn og skoðum þetta betur hérna í þessu sýndæmi 6 að þarna erum við með viðnám í raðtengingu við spólu og spólan er tengd hérna við aflmæli. Og hérna höfum við sem sagt þá 100 ohm í RL-vír í spólunni sjálfri og spennufallið yfir raðtengda viðnámið er 90 ohm, spennan yfir spóluna 120 volt, UR er 90 volt segi
og aflið sem við mælum er 5 vött. Straumurinn er 100 milliampere. Þannig að við þurfum að finna fyrst eitthvað áður en við getum reiknað þetta allt saman út. Við þurfum til dæmis að finna sýndaraflið áður en við getum reiknað út fasviki í spólunni, þeim dæmi. Eins og við sjáum hérna að þá er hérna sýndaraflið, þá er það spennan yfir spóluna UL sinnum straumurinn. Og við deilum því upp í raunaflið, þá fáum við hérna raunastöðin, cos-phi 0,416, breytum því í hornið 65,37 gráður og þetta er bara hluti af rásinni því að hérna svo hefur við raftengt viðnám og þá minnkar heildarfasíshornið. Og spólavendur sem sagt 65,37 gráðum sem er reiknum út hérna. En síðan ef við bætum við raunviðnáminu þá náttúrulega minnkar heildarfasíkið. Ok. Svo er bara verið að sýna fram í hérna að það er hægt að finna út raunhlutan, hvað er raunhlutin af þessari spennu, það er hérna 50 volt og síðan með því að taka sínusinn af horninu og margfalda spennspólunar þá fáum við launhlutan sem er 109 volt. Og þá getum við sett það inn sem spennuvektor á mynd fyrir spóluna og svo bætum við spennufallinu yfir raunviðnámið, raftengda. Hérna er reynda búið að færa bara hérna raunhluta spólunar og bæta við, það er alveg sama, þetta bara leggst saman og þá minnkar hornið niður í þarna heildarfasíkshornið úr 65,37 gráðu fasíki spólunar og niður í 37,9 gráður. Sem sagt, ef við erum með þessa raftengda viðnám, þá minnkar að fasvíkið í heildina í rásinni. Og þá er hægt að reikna líka heildarspennuna sem er á þessari rás og þetta að leggja saman raunhluta spennu í kerfinu og það var 90 + 50 og það setja það í annað veldi og síðan launspennuna sem er 109 volt og heildarspennuna er þá 177,4 volt og þarna er hægt að finna út þá heildar raunaflsstöðulinn. Þá leggjum við saman raunspennunar og deilum með heildarspennunni. Og þá út frá þessu getum við fundið náttúrulega þetta horn sem við sáum hérna 37,9 gráður. Ok, og síðan heildartöpin í rásinni eru þá P1 sem voru 5 vött, drögum 1 watt sem tilheyrir eirvirnum í spólunni, þannig að þá getum við fundið út að járntöpin eru 4 vött. Og síðan hérna er líka verið að taka fram að þetta tilheyrir ákveðið viðnám tilheyrir járnkjarnanum líka hérna að þá er fundið út heildarraunviðnámið sem tilheyrir spólunni allri og svo drögum við vírviðnámið hérna frá og þá fáum við hérna niðurstöðu hvað hluti raunviðnámsins tilheyrir járnkjarnanum. Svo að hérna, þetta er bara spólan, þetta er sama fasvíki og er í spólunni, bara viðnámsvektor á mynd. Og að lokum þá er hægt að reikna út sjálfsbláðstöðulinn af því að við getum fundið launviðnámið eða spannviðnámið. Við vitum
setuna og margföldum sinnum sínus á horninu og þá deilum við þessum písunum tíðninni 50 rit upp í spanviðnámið 1090,8 ohm og þetta er stór spóla, hún er 3,47 Henry. Já. Sko ég kem með formúlublöð, ef að þið er með eitthvað sérstakt þá bara lesi það yfir, tjekka á því hvort það er nokkuð of mikið af upplýsingum og þá getur vel verið að þið megið nota það, ef þið segið ekki allt of mikið inn á það. Og má náttúrulega ekki vera útreiknuð dæmi en kannski bara eitthvað smávegis af formúlum sem er snúið ef þið eru vandræðið með það til að byrja með, kannski allt í lagi svona í fyrsta prófinu. En inn á innunni er sem sagt formúlublöð sem að ég ætla að taka og vera með og þá erum við í rauninni bara að reikna sem sagt það sem að kom fyrir í mælingaverkefnunum og þar eru formúlublöð, já hérna innan. Hérna efst í þessu, þá er hérna stendur til með formúlu fyrir próf 1. Þetta vel að það sé ekki, þetta er rosalega mikið af formúlum þar og sjá hvað það er. Þar er formúlhringurinn og svo er hérna einfasa afl og þriggja-fasa afl og hérna hefur við launviðnámsspólunar og það er aðeins það sem við þurfum að nota, Pythagoras-regla og hérna síðan erum við hérna með viðnámsvektormyndir og hornafallareglurnar og spennuvektormynd og Pythagoras-regluna alltaf og hornafallareglur fyrir spennuútreikningana og svo straumvektormynd. Þannig að þetta er svona það sem að við höfum verið með og ég hugsa að það sé nú alveg talsvert inn á þessu. Reyndar kannski svona til að byrja með þá höfum við verið með eitt blað sem að var svona útskýring á þessum formúlutáknum svona til að byrja með þegar við erum að koma okkur á stað í áfanganum að það er skilgreiningar skilgreiningar formúlutákna. Já, ég man ekki hvort það var betra hérna. Það er þetta hér, svo er eitthvað annað hérna, svo sjá hvort er betra. Skilgreining formúlutákna. Þetta er eiginlega alveg það sama, nema kannski, já, þetta er eiginlega alveg það sama. Þetta var bara fyrir ykkur til að hérna vita hvað er hvað, svo þau ruglist ekki á til dæmis eins og sjálfsfrastuðul, beðum reiknaði sjálfsfrastuðulinn, þannig að það var kannski búin að gleyma hvaða formúlutákn var fyrir hann. Þannig að með sjálfsfrastuðulinn þá eru það náttúrulega líka með formúluna fyrir það sem er hérna. Sem sagt, hér er þá L inn í þessari formúlu fyrir launaviðnámið. Þau eru kannski búin að reikna át launaviðnámið Excel, svo vantar það búið að reikna át sjálfsfrastuðulinn, L-ið. Þá náttúrulega segjum við L samsem XL deilt með dissunum P-sunum F eins og við gerðum áðan. Já, sko, en allar þessar stærðir eru ekki gefnar, skiljiði. Eina sem að við þurfum að nota þessa formúlu í er bara að útskýra af hverju
launviðnámið eykst svona svakalega mikið þegar við breytum úr því að vera bara með loft í spólunni sem kjarna og yfir í það að setja járn. Já, hún hjálpar okkur þessi formúli hérna til þess að gefa okkur hugmyndur hvað gerist. Mý er seguleðnistuðullinn. Hann stækkar rosalega mikið frá því að vera bara loft, það er pínlítil tala, yfir það að vera járn sem er 10.000 stærri tala og þá þess vegna stækkar sjálfsbandsstöðullinn. Og þá sjáum við sjálfsbandsstöðullinn hérna, 11 hérna. Ef að seguleðnistuðullinn stækkar, þá stækkar sjálfsbandsstöðullinn, þá stækkar launviðnámið, setan, launviðnámið Excel, ætla að segja, spannviðnámið, og setan stækkar líka sýndarviðnámið. Í að við sjáum það ef að hérna er vektormynd, ef að Excel stækkar, þá stækkar seta líka. Við sjáum það bara í vektormyndin til dæmis. Og svo að hérna, þess vegna er þessi formúla þarna, við erum ekkert mikið að gefa, sko, sem sagt, við höfum ekkert upplýsingar myndingafjölda, eða getum kannski haft lengd og þversflóttamál hugsanlega. En við vitum líka heldur mjög lítið hvað þessi tala er stór hérna. En bara, þetta er bara í rauninni meira til þess að átta sig á hvað gerist með þessar stærðir. Af hverju breytist sjálfsbandsstöðullinn svona mikið? Jú, það er vegna þess að seguleiðnin, hún breytist. Og hérna, þannig að hér eru mestu hjálpartækin okkar við þetta og sem sagt, eftir straumvektormyndina þá gefum við hérna afvektormynd og hérna þannig að þið fáið hérna svolítið aðstoð í því að hér er búið að snúa einhverju af þessu eins og til dæmis þessari formúlu hérna, cos phi er p-deilt með s og ef ykkur vantar p þá er það s sinnum cos phi sem dæmi, skiljið. Þannig að eitthvað af þessu er svona búið að snúa hjá okkur. En ef það er eitthvað annað sem að þið eru í vandræðum með að gera, þá getið þið kannski bara komið með það á blaði og þá getið þið bara metið það, hvort ég hleypið því í prófið. Sem er ekkert ólíklegt ef að þetta er eitthvað sárasaklaust og ekkert reikna dæmi eða þannig. En hérna eru sem sagt þessar formúlur sem að fylgja fyrsta prófinu og þá svo við renna í gegnum verkefnin og þá útreikninga sem að þið gerið. Ok, og þetta blað verður hérna líka til þess að sýna sem sagt það koma fram allar einingarnar og all formúlutáknin og útskýringar á þeim. Ég læt ykkur fá þetta líka, þannig að þið er ekkert að lenda í neinu vandræðum. Ef þið er einhverju vandræðum, bara spyrjið mig og ég met það hvort að ég má svara. Og það er oftast bara eitthvað mjög einfalt. Sem er bara getur verið smá smá atriði sem að þið eru að stranda á. En hérna, fyrsta verkefnið, 1A, þá vorum við að finna út hvernig spanviðin á spólu breyttist frá því að við vorum með jafnstraumsrás og yfir það að tengja riðstraum inn á spóluna. Og þá finnst mælt spólan, já, heyrðu, ég ætlaði að ná í eitthvað annað til þess að sýna ykkur þetta. Sko, hérna höfum við mælinguna á viðnáminu í vírnum í spólunni og það gildir náttúrulega þegar við erum með jafnstraum. Þetta er viðnám sem takmarkar strauminn í spólunni við jafnstraum. Það er vírviðnám í spólunni. Og við
ætlum að prófa að setja jafnstraum og stilla strauminn upp í 0,5 ampere, þá byrjum við á því að hafa bara loftkjarna og við erum með 13,6 V spennu og við setjum síðan spóluna í járnkjarnan og lokum segulrásinni með okanum sem er settur ofan á, og þá límist hann mjög fast við því að segulkraftirnar þær fara bara í eina átt og líma kjarnan saman, halda hann mjög fast saman, þannig að við getum ekki opnað hann aftur að taka strauminn af spólunni. Og straumurinn hann breytist ekkert, hann kannski hrekkur eitthvað örlítið við þegar við setjum þetta inn í spóluna, það verður kannski vart við smá spann þegar maður líka bara þegar maður setur strauminn á og tekur af spólu, en það í rauninni, það minnkar ekkert straumurinn vegna þess að við erum ekki með neitt spann viðnám í rásinni. Og segulsviðið það verður náttúrulega mjög sterkt við DC því að það fer alltaf bara í sömu átt og heldur kjarnanum alltaf vel saman. Við reiknum út sýndarviðnámið til þess að bera það saman við mælda viðnámið. Þetta nánast alveg sama viðnámið og vírviðnámið, enda á það að vera það. Og í rauninni, af því að við erum með DC, þá í rauninni ekki tilefni til að hafa seti hérna. Við ættum í rauninni bara að vera með R, af því að þetta bara raunviðnám. Og þessi breyting á viðnámi hérna gæti hugsanlega bara verið vegna hitabreytinga. Þetta svo mjög lítil breyting. Þannig að það mældist 27,0 ohm en verður 27,2 ohm samkvæmt útreikningum og það gerst bara vegna þess að straumur hefur minnkað örlítið út af hitastigsbreytingunni. Og ZL ætti að vera sama og RL vír, það ekkert launviðnám til staðar. Og það ekkert fasvik í spólunni. Og við jafnstraum þá höfum við náttúrulega ekkert fasvik. Það var ekkert launviðnám heldur. Nú breytum við yfir í riðstraum og þá erum við með loft sem kjarna, án járnkjarna, en þá minnkar straumurinn örlítið frá því sem var áður, við stillum á sömu spennu, 13,6 volt, og straumurinn minnkar aðeins, vegna þess að við verðum strax vör við spennuviðnám með loftkjarna. Minnkar örlítið, svo til launviðnám komið í spólunni. Og síðan lokum við, setjum spóluna inn í járnkjarnan og lokum járnkjarnan og spennan hún kannski hækkar eitthvað örlítið bara við þetta, en af því að álagsstraumurinn minnkar og þarna komið mikið spennuviðnám og straumurinn lækkar þarna alveg gríðarlega mikið niður. Og núna miklu auðveldara að losa járnið í sundur, járnkjarnan í sundur, og það vegna þess að riðspennan fer reglulega gegnum núllpunktinn og þess vegna fer líka segulsvið í gegnum núllið og þess vegna verður
segulkrafturinn miklu minni í þessar aðstæður. Og straumurinn, hann minnkar alveg svakalega mikið niður vegna þess að getum við séð það á formúlublaðinu að segulleiðnistuðull kjarnans hefur aukist svakalega mikið og þar af leiðandi hefur spanstuðullinn L aukist og þá hækkar spanviðnámið líka út af formúlunni 2π F sin L. Spanviðnámið eykst og þá eykst náttúrulega setan líka. Og við deilum með mjög lítilli tölu í straum og fáum hérna 829 ohma viðnám. Og þá hægt að reikna fasvíkspólunar. Þá R-vír deilt með Z2L og fasvíkið þá 88 gráður. Þetta er mjög stórt fasvík. Og við getum fundið út launviðnámið með því að taka sínusinn af 88 gráðum og þá fáum við hérna að launviðnámið örlitlu minna heldur en setan. Það 828,5 ohm meðan að setan var 829. Munar mjög litlu. Það kannast hvað er stórt horn. Og nú reiknum við út spanviðnámið og þar og eftir, já við vorum komið með það og svo þar og eftir spanstuðulspólunar. X-ellið, þá tökum við þessa tölu hérna sem við vorum að reikna út og deilum með 2π F sem er 50 rið. Og þá sjálfsvæðstuðullinn 2,6. Þetta er talsvert stór spóla. Hérna. Þetta er spóla á stórum segulrófa og nú getum við reiknað út sýndarviðnámsspólunar út frá vírviðnáminu og spanviðnáminu og borið þetta saman. Við fáum örlítið mismun vegna þess að hérna gerum við ekki ráð fyrir járnkjarnanum náttúrulega. Við notum bara vírviðnámið. Já, hérna segir að R-vír ekki allt raunviðnám spólunar. Það vantar járnviðnámið inn í þessa útreikninga. Þess vegna þetta ekki alveg, þetta 828,9 og setan var 829. Já, þetta munar samt svakalega litlu af því að spanviðnámið svo stórt, það svo yfirgnæfandi stórt. Þá reiknum við út hérna sýndarviðnámsspólunar undir hærri spennu. Það eitthvað sem gerist hérna í rásinni að við fáum eitthvað miklu meiri straum einhverju hluta vegna og þar af leiðandi verður sýndarviðnámið minna. Meiri straumur, minna sýndarviðnám. Við vitum ekki alveg hvað að gerast hérna. En við förum ekki að spyrja út úr þessu því að við erum ekki búin að full rannsaka þetta. Einhverjar spurningar varðandi þessa fyrstu skýrslu 1A. Förum bara næst í hérna 1B. Þá það hérna. Hér erum við að mæla fasvík. Við byrjum á því að nota sveiflusjá til að mæla fasvíkið. Við tökum spennufall yfir raunviðnám sem hérna í bræðivari og tökum við spennuna yfir spóluna og berum þetta saman. Strauminn sem fer í gegnum spóluna og spennuna yfir spóluna. Og það sem við fáum þarna, við getum fundið tímamismun á því hvenær spennan fer í gegnum núllpunktinn og þar til að straumurinn fer í gegnum núllpunktinn. Og þessi tími, hann settur hérna inn í formúlu til þess að
að reikna út fasvikið. Hérna tökum við ekki allar 360 gráður, notum bara 90 gráður og þá af því að það eru 5 millisekundur sem að samsvara 90 gráðum, 20 millisekundur samsvara 360 gráðum. Við reiknum út 83 gráður hérna í fasvik út frá mælingunni með sveiflusjóni. Ok, og síðan notum við afmælinn og mælum 6 watt spennu og straum til þess að fá sýndaraflið seinna. Þá getum við reiknað út fasvik ef við vitum sýndarafl og raunafl. Við reiknuðum út sýndaraflið fyrst hérna, margfölduðum saman og fundum út raunaflstöðulinn. Aflið var 6 watt, deilum með sýndaraflinu 57,2 voltampere og þá fáum við raunaflstöðulinn 0,105 og breytum því í fasvik, sem sagt kósínus fyrsta af þessari tölu fáum 84 gráður fasvik í þessari spólu. Og hér erum við að bera saman sem sagt mælingarnar með afmæli annars vegar og með sveiflusjá hins vegar og þetta er mjög svipaðar niðurstöður sem við fáum nema að verði einhver skekkja í mælingum. Nú prófum við að nota eingöngu raunviðnám spólunar til þess að reikna fasvikið og við reiknum út frá raunviðnámi og sýndarviðnámi setu. Þurfum að finna setuna, við höfum spennuna og strauminn. Finnum setuna og síðan reiknum við út raunaflstöðulinn, kósfí, þá er það raunviðnámið í vitnum bara, 35,5 og deilum með setunni 952 útreiknuðum og fáum raunaflstöðulinn, hann er 0,037 og síðan breytum við því í fasvik, þá er það kósínus fyrsta af þessari tölu 88 gráður. Þetta er miklu stærra horn heldur en við vorum með áðan. Þar vorum við með 84 gráður sem eru miklu eðlilegri tala. En hérna erum við með 88 gráður, það er bara 2 gráður frá 90. Þannig að raunviðnámið sem tilheyrir járnkjarnanum er talsvert sko, og þetta hefur áhrif. Hérna sleppum við að taka raunviðnám sem tilheyrir járnkjarnanum og þess vegna fáum við miklu stærra horn. Og að síðustu þá finnum við út heildarviðnámsbólunar út frá aflmælingunni. Og heildaraflið var sem sagt 6 watt, deilum við straumnum í örveldi, fáum allt raunviðnám spólunar og síðan þá reiknum við út raunaflstöðulinn, 100 og raunviðnám deilt með sýndarviðnáminu setunni sem er 952 ohm og þá fáum við raunaflstöðulinn 0,105 og breytum því í fasvik sem er þá 84 gráður. Þetta er sama niðurstaða, 84 gráður. Hérna. Sama niðurstaðan og við fengum úr aflmælingunni, sem sagt P-deilt með S. Við berum þetta saman við það sem við tókum úr aflmælingunni og mig minnir að sveiflusjáin hafi verið eitthvað svipuðum stóðum. Hérna er þetta P-deilt með S, hér eru 84 gráður, við fengum 84 gráður úr aflmælingunni. Það er eiginlega svona besta, tryggasta mælingin. Hérna erum við með reyndar 83 gráður út frá sveiflusjáni. Þarna er bara svolítið hætta á sem sagt að við lesum þetta ekki alveg rétt út frá skjánum.
en þetta er jafnvel minna, örlítið minna hátt heldur en út frá aflmælingunni. En af því að við erum að nota alveg nákvæmlega sömu sambærilegar tölur, sem sagt, rétta aðferð, tökum allt raunviðnám spólunnar, reiknum það út frá raunafli spólunnar, PL, þá getum við reiknað út passvikið á réttan hátt. Og sem sagt í lið 1.3 þá var reiknað með vírviðnámi spólunnar, það var röng aðferð, en hér er reiknað með heildarraunviðnámi spólunnar og þá fáum við eðlilegt passvik, 84 gráður. Ok, síðan bara reiknum við okkur tilbaka, bara í rauninni svona æfingi útreikningum til þess að athuga hvort að hérna við fáum við erum með raunafstöðulinn 0,105 og margfaldur sinnum sýndaraflið út frá spennu og straum sem sagt, og við reiknum okkur tilbaka, við fáum hérna þessi 6 vött, þannig að útreikningurinn á þessum 6 vöttum ber alveg sama við það sem við mældum með aflmælinum. Og já, þetta svar á eiginlega ekki við þetta segir svolítið að allir líkindum með þetta útreiknað raunafl svipað því raunafli sem við mældum, og við erum að nota þá sama raunaflstöður og við vorum að nota við rétta aðferð. Það er kannski betra að segja það hérna. Þannig að hérna, hér erum við bara að tala um að við séum að nota heildar raunviðnámsspólunni, ekki bara vírviðnámi. En við erum að ganga út frá réttum raunaflstöðli. Aflið hér, reikna út frá straumi og RL, hér er rétt aðferð. Já. Við fáum þá notum þá strauminn og allt raunviðnám spólunnar, heildarraunviðnám spólunnar, og þá reiknum við okkur tilbaka og fáum aftur raunaflið 6 vött. Hérna er sem sagt heildarraunviðnám spólunnar notað en ekki eingöngu vírviðnámið. Þetta er rétt aðferð og þess vegna fáum við alveg rétta aflstærð hérna. Og þá er þessi skýrsla búin. 6 vött, já. Kannski eigið þið eftir að taka síðustu mælinguna, já, í þessu. Og þá skulum við skoða 1C. Hérna höfum við þá við tökum, já, allt í lagi, við tökum þarna verklegt á fimmtudaginn, eða ekki? Jú, já. Bara klára þetta þá. En ég er að taka þetta upp, þannig að þetta er alltaf, við getum skoða þetta. Ég er búin að senda þetta inn. Allt í hérna, já, svona þess. Og í 1C þá erum við með raðtengdarás, raðtengingu, raunviðnáms og spólu. Við mælum raunviðnám spólunnar 40,5 ohm og svo þetta er bara vírviðnám í spólunni. Þetta er ekki heildaraflið í henni. Við tökum mælingar af því að við erum með þetta raðtengt, þá erum við með raðtengingu á peru og spólu hérna og við tökum alla þessar mælingar, spennumælingar, aflmælingar og svo framvegis. Straumurinn í rásinni gengur í gegnum allt, það er sami straumurinn auðvitað vegna þess að þetta er raðtengt, það er 0,344 ampere. Heildarspennan er 233,7 volt,
Svo skiptist spennan yfir peru og spólu. Og spenna yfir peruna er 156 volt og spenna yfir spóluna er 152 volt. Aflsmælingin yfir peruna er 54 vött. Aflsmælingin á spólunni gefur okkur 7 vött. Og til þess að undirbúa okkur fyrir það að reikna fasvikið í spólunni, að þá notum við spennu spólunar og strauminn, heildarstrauminn í rásinni, til þess að reikna út sýndaraflið í spólunni. Við byrjum á því. Og svo notum við sýndaraflið og raunaflið sem við mældum í spólunni til þess að reikna út raunafstuðulinn, 7 vött með 52,3 voltamperum, og fáum raunafstuðulinn 0,134 sem breytir þessu með kósinusvista í fasvikið sem er í spólunni 82,3 gráður. Þannig finnum við fasvikið í spólunni út frá aflinu, raunaflinu og sýndaraflinu. Og síðan getum við reiknað viðnámið. Við reiknað sýndarviðnámið út og vegna þess að við höfum spennu spólunar og strauminn, að þá getum við fengið setuna í spólunni. 152 volt deilt með 0,344 ampere, þetta er heildarstraumurinn, og fáum hérna setuna 442 ohm og þá getum við fundið líka og borið saman þetta er bara fyrir spóluna, en síðan getum við fundið næst fasvíkrásarnar. Þetta er aðalega til þess að fá sýndarviðinn á spóluna til þess að setja þetta síðan upp í vektoramynd. Og þá höfum við náttúrulega líka fleira. En til að finna heildarviðnámið í rásinni, þá höfum við heildarspennuna og heildarstrauminn. 233,7 volt deilum með straumum 0,344 ampere. Seta heild er 679 ohm og nú reiknum við út allt raunviðnámið sem að tilheyrir öllu saman, öllu raunviðnáminu í spólunni. Þess að við höfum aflsmælinguna úr spólunni, þá höfum við allt raunviðnámið út úr spólunni. Raunaflið var 7 vött og deilum með straumnum í öðruveldi. Þessi formúla er gríðarlega mikið notuð í þessu hjá okkur núna. Að við erum að reikna út raunverulegt raunviðnám með þessari formúli út frá aflsmælingunni. Og fáum allt raunviðnámið í spólunni 59,2 ohm sem að skiptist náttúrulega í það sem tilheyrir vírviðnáminu og það sem tilheyrir jarðkjarnanum. En nú reiknum við út viðnámið í perunni þegar hún er tengd. 156 voltin er spennan yfir peruna, deilum með 0,344 ampere eins og alltaf, heildarstraumurinn. Og til þess að bæta þessu inn á viðnámsvektormyndina þá erum við með þetta viðnám í perunni 453,5 ohm. Og þá getum við sett það inn sem viðnám hérna inn í viðnámsvektormyndinni, svona. Það leggst við raunhluta viðnámsspólunar hérna. Svo höfum við setuspólunar, sýndarviðnámsspólunar sem voru með áðan, 442 ohm. Það var fengið hérna 442 ohm hérna og það er þá hérna inn í þessum hluta hérna af vektoramyndinni sem tilheyrir bara spólunni. Og
það vantar að sýna hérna náttúrulega fasvikið í spólunni, en út frá því þá getum við fundið út spanviðnámið í spólunni og síðan vorum við held ég búin að reikna út raunhlutann. Og þegar er búið að bæta við raunviðnámperunni hérna, þá minnkar sem sagt heildarfasvikið niður í 40,5 gráður. Síðan er svo seinna hægt að gera sem sagt spennuvektormynd út frá þessu. Og hérna við gerum það þá með því að finna reikna alla spennurnar í vektormyndinni og bæta því inn á. Og þá getum við haft spennuvektormyndina hérna, hún er alveg eins og viðnámsvektormyndin nema bara nú eru komnar spennur í staðinn. Svona. Og hérna, það voru einhverjir útreikningar hérna fyrir neðan viðnámsvektormyndina. Það var þá að við áttum að mæla, fasvikið eftir að hérna, þessi vektormynd var sett upp í kvarða. Og útreiknað sem sagt fasvik í heildina er mjög nálægt því sem að greinilega hefur verið hérna. Hérna er mælt bara með gráðboga, 40,5 gráða hérna, en útreiknað kemur hérna 41 gráða. Því að ef við leggjum saman raunhlutann, við verðum að passa upp á það, að við verðum alltaf að leggja saman allt raunviðnámið. Við megum ekki sleppa því, eins og oft kemur fyrir. Að það verður að taka bæði raunhlutann í spólunni pluss raunhlutaperunar, leggja það saman og deila með setunni til þess að reikna út raunafstöðulinn og fasvikið, heildarfasvikið. Hérna er bara sýnt hvernig hérna raunafstöðulinn fundir út, en náttúrulega vitið það að þá takið bara kós í -1 af raunafstöðulinnum og fáið 41 gráðum út úr þessu. Og svo eru allar spennurnar komnar inn líka. Heildarspennan sem var mæld yfir, ekki heildarspennan, heldur bara spenna yfir spóluna sem við mældum, kemur bara hérna fram, UL, og svo út frá fasvikið spólunar þá er þetta að reikna út, taka sínusinn af því hotni, sinnum 152 volt hérna, og þá fáum við 150 volt sem launspennuna hérna. Svo er hjálparlínan dregin alveg hérna út fyrir þá heildar spennuna hérna. Og við leggjum síðan saman raunhlutana. Raunhluti spennunar hérna í spólunni er að taka kósinus af hotninu. Já, það er reyndar hérna sýnt 82,3 gráður, já. Tökum við kósinus af 82,3 gráðum, sinnum 152 volt hérna, og þá er þessi spenna hérna fundin sem er líklega, ég segi hérna 20,4 volt reiknuð en 22 volt á veltumyndinni. En allt í góðu. Síðan er bara peruspennan lögð við og það væri hægt að reikna síðan heildarspennuna með Pýþagórasarreglunni. En svo er líka hægt að draga hjálparlínu hérna upp og mæla heildarspennuna. En þetta er ágætt svona. Einhverjar spurningar varðandi þetta? Þetta er allt svona, allar þessar æfingar eru bara æfingur á útreikningunum í þessu, tiltölulega auðvelt. Þannig bara við æfum okkur á þessu. Ef það er einhver sérstakar spurningar varðandi þetta, þá endilega förum í síðustu skýrsluna, 1D.
þar erum við með hliðtengingu raunviðnáms og spólu. Og þá allt annað upp á teningunum. Þegar við förum að gera straumvaktarmynd. Hér mælum við fyrst vírviðnámi í spólunni, sem mjög lítið, 5 ohm rúm, og við stillum spennugjafan á 1 ampere í gegnum spóluna. Þannig að spenna í spóluna verður tiltölulega lág, hún bara 141 volt. Þá aflmælingin á henni 11 vött. Og vegna þess að við erum bara með 1 ampere, að þá verða þessar tölur jafn stórar og spennan, eins og sýndaraflið, það verður hérna 141 voltampere og síðan verður náttúrulega setan líka 141 ohm. Það náttúrulega fer í fínustu taugarnar á okkur. Þetta 1 ampere sem sagt. Deilum með 1 ampere og fáum við þessa tölu. Sömu tölu og hérna í spennunni. En fasvikið getum við fundið út af því við höfum hérna raunaflið mælt 11 og sýndaraflið, það 11 deilt með 141. Fáum raunaflstöðlinn sem 0,078 og fasvikið þarna 85,5 gráður. Raunstraumurinn, hann líka reyndar alveg sama tala og þessi hérna. 0,078. Því að við erum með heildarstrauminn sem 1 ampere í spólunni. Og ef við segjum heildarstraumurinn sinnum raunaflstöðin, sinnum cos-phi sem sagt, þá fáum við raunhluta straumsins sem akkúrat þessi tala. Af því að straumurinn 1 ampere. 1 sinnum þessi tala hér gefur okkur þessa tölu hér. Þannig að raunhluti straumsins í spólunni mjög lítill, en hann skiptir samt máli. Og við megum ekki gleyma því þegar við förum að setja upp vektormyndina og reikna líka heildar fasvikið í rásinni og eftir út frá straumnum. Þetta heildarviðnámið, 141 ohm, af því að spennan 141 volt og deilum við 1 amperi. Og nú finnum við út heildar raunviðnámið sem tilheyrir öllu saman í spólunni, af því að við erum með mælingu á raunaflinu sem 11 vött og deilum við með straumnum í öðru vetti. Þá fáum við að við erum með 11 ohm. Það allt raunviðnám spólunar sem skiptir sér náttúrulega í vírviðnámið og viðnámið sem tilheyrir járnkjarnanum. Þannig að 11 ohm hérna, gáum hvort að vírviðnámið var ekki miklu minna. 11 ohm og hérna byrjum við með 5,17. Þetta bara rétt helmingurinn af heildar raunviðnámið spólunar. Ok, 11 ohm. Núna tökum við fram hérna peru og hliðtengjum hana við rásina, stillum á sömu spennu, þetta 141 volt. Og við mælum strauminn sem peran tekur og við mælum heildarstrauminn. Og við fáum þá hérna 1,07 ampere, rétt rúmlega 1 ampere. En við reiknum út raunviðn á perunar. Sama spenna náttúrulega, þetta hliðtenging, 141 volt. Deilum með straumnum sem fer í kringum peruna, 0,33 amperum. Og fáum
við nám perunnar, það 427,3 ohm. En við notum nú sennilega þá í straumvektormyndinu, þá notum við þennan straum hérna, 0,33 ampere. Leggjum það við raunhluta straumsins í spólunni. Það sýnt hérna, E-pera 0,33 ampere, bætist hérna við 0,078 ef ég man það rétt. Og spanstraumurinn, eða sem sagt launhluti straumsins í spólunni, örlítið minni heldur en heildarstraumurinn, sem 1 ampere hérna. Hann sem sagt eitthvað 0,99 ampere hérna. Og þá tekin hjálparlína hérna út. Og það sem hún sker hjálparlínuna sem summa af perustraumnum og raunhluta straumsins í spólunni, þá tökum við hjálparlínu hérna niður og það sem sker þessa hjálparlínu hér, þessar tvær línur skerast, þar heildarstraumurinn sem á hérna útreiknað 1,07 ampere eins og við vorum með áðan. Smá skekkja í myndinni, mældi þar í myndinni 1,09. En til þess að finna út heildarfarsvikið í rásinni, þá verðum við mun eftir því, ef við reiknum þetta út frá straumnum, þá að leggja saman raunhluta straumsins í spólunni pluss perustrauminn og deila með heildarstrauminn. Mjög mikilvægt að sleppa ekki til með raunhluta straumsins í spólunni. Það mjög algeng villa. Gleymum því. Þá verður fasvikið ekki rétt í heildina. Við skulum sjá. Við erum hérna með heildarfasvik bara mælt með gráðboga, 67,5 gráður. En ef við reiknum þetta út, þá leggjum við saman raunhluta straumsins í spólunni pluss perustrauminn sem merktur hérna í R og deilum með heildarstrauminn. Ok, við erum að reikna hérna út raunhluta straumsins sem kemur aftur fyrir hérna og aðeins stækkut upp. Við erum með hérna svona, þetta svona. Við erum með þessa tölu hérna sem ég sagði ykkur áðan, þetta væri raunhluti straumsins sem sama og kósinusinn af raunafstöðullinn í spólunni 0,078 og hérna á að vera pluss, ekki sinnum. Ok, lögum það. Pluss 0,30, af því að þetta á sama ás, þetta axjásnum, þá hérna leggjum við þetta beint saman og deilum með heildarstrauminn sem 1,07 ampere. Þá fáum við heildar raunafstöðu rásarinnar sem 0,381 hérna og kósímins fyrsta af þeirri tölu 67,6 gráður. Þetta heildarfasvik rásarinnar. Það væri möguleiki líka að reikna þetta út frá aflinu, en svona reiknum við þetta út frá straumnum. Þið eru með þessa skýrslu, flestir sem eru búin með þetta hérna inni held ég. Það bara eina æfingu eftir og þá á einn hópur eftir að gera þessa æfingu. En ég held að þið séu búin með þetta sem eru hér. Og þannig að þetta það sem við þurfum að kunna að gera fyrir þetta próf. Að kunna að reikna þessar skýrslur út. Að gera þessa útreikninga sem í skýrslunni. Og svo spurt að koma þessi útreikningar heim og saman við það sem við mældum. Ok, já. Eftir á myndinu alltaf spurningum skekkjur í henni. Og já, þá þessi skýrsla búin. En
Það er gaman að skoða þessa tölu hérna, 0,078. Þetta er akkurat þess að raunaflsstöðullinn sem var hérna alveg fremst í skýrslunni. Það rifið það upp. Sjáum við vorum með hérna, reiknum við út. Sjáðu, 0,078, þetta er sama tala. Af því að við erum með strauminn 1 ampere. Og þá verður þetta raunstraumurinn. Raunhluti straumsins í spólunni. Þetta er raunaflsstöðull spólunar og af því að straumurinn er 1 ampere þá er margfaldað með 1. Þess vegna fáum við þessa tölu hérna aftur. Og ekki gleyma þessari tölu þó hún sé lítil. Já, annars verður niðurstaðan röng. Jæja, heyrðu, einhverjar spurningar? Ég hef þetta í þessum tíma hérna því að sem sagt já, næstu viku byrjum við á næsta pakka 2 í æfingum. Já. Ef það er enga fleiri spurningar þá segjum við upptökunni lokið.